En komið sæl og bara velkomin og gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Ég er alveg einstaklega stolt og spennt að fá að segja ykkur frá því hvað við erum að fást við í dómsmálaráðuneytinu og hvað verkefni stafræn réttarvörslugátt snýst um. Ég sé að ég hef valið mjög frumlegt heiti á erindið, flytjum gögnin ekki fólk, sem er akkurat svolítið viðfangsefni þessa dags. En það er bara svo mikilvægt í þessu sem við erum að gera að fara að huga því að við erum með gögn sem við ætlum að færa á milli staða en ekki fólk. Við erum að nota fólk til að transportera gögn sem eru lokuð inni, eins og margir komin á það. Ég er hérna með svolítið eitt af mínum uppáhaldskvótum og sem að ég er svona kannski reyna að temja mér og þeim sem vinna með mér í verkefninu. Það er You can't do today's job with yesterday's methods and be in business tomorrow. Af hverju er þetta mikilvægt í þessu verkefni? Jú, við þurfum að vera rosalega opin fyrir því að við erum að gera mikla breytingar og við þurfum að hugsa þetta þannig, við þurfum að gera betur í dag en í gær. Og ég veit að í þessu kannski verkefni stafræn réttarvörslugátt, það á það ekkert endilega við að við verum úr business á morgun ef við erum ekki að horfa í baksýnisspegilinn. En við sitjum eftir ef við fylgjum ekki framtíðinni og þeim tækniframförum sem eiga sér stað. En að verkefninu sjálfu, hverjir eru helstu áherslurnar? Ég ætla að fara aðeins yfir það með ykkur. Og ætla að segja ykkur það að þetta verkefni er alls ekki nýtt af nálinni. Það er búið að eiga sér nokkuð langan aðdraganda og ég kom að þessu verkefni fyrst fyrir 2 árum síðan og þá hafði átt sér stað hellingsvinna sem hófst að með minni 2015 eða 2016. Og ég ætla nú ekkert að fara þreyta ykkur með því, en það sem við höfum verið að gera síðastliðin 2 ár er að reyna að átta okkur á því hvernig við getum tekið allar okkar stofnanir hjá dómsmálaráðuneytinu og fært þær yfir í nútímann. Við erum að vinna með kerfi sem er íhaldsamt og við erum að vinna í sílóum og hver stofnun er svolítið að leysa sín verkefni, sínar þarfir, búa til tækni úr kerfum sem jafnvel eru gömul sem þjóna tilgangi fyrir þau. Og eru ekki endilega að horfa það að við erum með virðiskeiðu. Hver stofnun hefur ákveðið verkefni, jú, eins og ég sagði áðan, en hún þarf líka að miðla ákveðnum upplýsingum og gögnum yfir til annarra stofnana. Og það sem hefur gleymist svo oft í þessu er að þú ferð að hugsa þinn garð. Þú ert svo rosalega upptekin af því að spá, hvernig verður minn garður sem snyrtilegastur og bestur, en ekki endilega hvernig ég get hjálpað þeim sem næstur í keðjunni. En það sem við erum að gera er að við ætlum að útbúa öruggan vettvang fyrir miðlun gagna, upplýsinga, ákvarðana og tilkynninga í kerfinu. Í dag er þetta þannig að við erum að fara oft á milli með gögn þar sem við erum að safna þeim saman í bunkum, setja þau í ferðatöskur og færa á milli staða. Þetta er ekkert sérlega hagkvæmt. Til þess að við getum gert þetta þá þurfum við náttúrulega að endurskoða ferla og við þurfum að horfa í þá tækni sem er til staðar. Og við þurfum líka að vanda okkur við það að taka ekki bara ASIS pappírsferlana og gera þá stafræna. Við þurfum að horfa í það hvernig við getum aukið skilvirkni starfsmannanna og í kerfinu sjálfu. Og við þurfum líka að breyta lögum til samræmis. Því það er jú þannig að lögin eru oft býsna nákvæm og segja hvað má og hvað má ekki. Til dæmis er það mjög skýrt að það er oft verið að tala að skjöl eiga að vera í fjórriti, að þau eiga að vera frumrit og það eru afrit og það þarf að undirrita gögn með bláu bleki og svo framvegis. Og það er alveg ljóst að svona lagabálkar, þeir hamla okkur í því að gera eitthvað stafrænt. Jú, við ætlum að bæta yfirsýn yfir réttarvörslukerfið í heild sinni. Hver stofnun hefur jafnvel einhver yfirsýn yfir sín mál, en við höfum kannski ekki yfirsýn yfir heildarferli mála. Við ætlum að stuðla að hraðri, öruggri og vandaðri málsmeðferð. Það sem skiptir okkur máli er að við séum að auka hraðan. Við getum verið að klára mál hraðar en raun ber vitni. Í dag er það náttúrulega hamlandi þáttur að við komumst ekki í gögnin leið og við þurfum á því að halda. Það er það sem við viljum breyta. Við viljum að starfsfólkið okkar í þessu kerfi sé að skoða gögn og taka ákvarðanir byggða á gögnum frekar en að útbúa gögn og færa það á milli staða svo næsti maður getur tekið ákvarðanir. Og vissulega þarf þetta að vera öruggt og það er okkar leiðarljós í þessu verkefni, það er öryggi. Við ætlum að fara þá leið að nýta strauminn sem er eitt af tólunum sem er í verkfærakistunni á Stafrænu Íslandi og hjálpar okkur að vinna með öryggi ásamt svo mörgu öðru.
Og ég tala vandaða málsmeðferð. Og með því að segja það ég ekki að segja hún sé það ekki í dag, hún það vissulega. En það sem ég að meina að við erum að gera breytingar á verklagi, gera breytingar á vinnubrögðum og við ætlum ekki að gera það á kostnað vinnubragðanna. Þau eiga að vera jafn góð eða betri. Og við ætlum að tryggja að aðgangur verði fyrir ytri aðila eins og lögmenn og málsaðila. Í dag er því mjög ábótavant. Og við sjáum fyrir okkur að málsaðilarnir, þeir verði aðilar að málunum í gegnum Ísland.is. En svona framtíðarsýnin og okkar draumur, og ég veit hann verður að veruleika, það að við verðum með pappírslaust kerfi. Nú kunna einhverjir að sitja og hlæja og finnst þetta alveg fáránlegt, en ég þess fullviss að innan einhverja ára, ég ætla ekki að segja áratuga, því það er allt of langt, innan einhverja ára, þá verðum við með pappírslaust kerfi. Ekki bara hér, heldur í öllu því sem við erum að gera. Og við lifum í heimi þar sem við hættum að tala skjöl og ræðum frekar gögn, upplýsingar, færslur, eitthvað því líkt. Og að við getum nýtt okkur tæknina til þess að einfalda og spara okkur sporin. Og þarna er ég vissulega að hugsa til þess að í dómsmálum að þá séum við þar að við þurfum ekki öll að mæta á staðinn. Við getum nýtt tæknina til þess að vera hver í sínum stað, ekki allir niður í dómsal, niður í bæ. En núverandi staða, og hún er frekar frumstæð, eins og ég kom inn á það. Og við erum við kannski, svo ég kom aðeins inn á það, ég gerði það ekki upphafi. En í þessu verkefni, stafræn réttarstöðugátt, þá erum við að vinna með okkar stofnunum og við erum búin að vera að skoða og greina hvernig þeirra innri kerfi eru, hvernig þau eiga samskipti við hina aðilann í virðiskeðjunni og hvernig þau eiga samskipti við lögmenn og borgara. Og þessi mynd svolítið svona myndin af núverandi stöðu og við sjáum hana síma, við sjáum bréf, bíla og allt táknar þetta flutninga sem eru gerðir on demand. Þú þarft að hringja og láta vita að þú sért með fanga sem að þú ætlar að fá að setja í gæsluvarðhald. Og þú þarft að senda einhver gögn á pappír með leigubíl eða fara með það sjálfur jafnvel. Þannig að við erum með kerfi sem er þannig að upplýsingar mál og málsaðila eru handslegnar í tölvukerfi allra þeirra stofnana sem koma að málinu og það gert margsinnis í einu máli. Og þetta krefst vissulega mikillar handavinnu og umstangs, svo ég tala nú ekki villahættuna við innsláttin. Og það sem er líka að formleg skjöl eru ávallt undirrituð, þau eru stimpluð og þau eru fjölfölduð. Málsgögnin flæða eins og ég sagði áðan á milli stofnana á pappírsformi. Svo er það líka þannig að endanleg útgáfa gagnanna er prentuð út á pappír sem er svo skannaður inn og vistaður í tölvukerfi stofnana. Þannig að við þurfum að gera mikið í að undirbúa jarðveginn svo við getum verið með þetta á stafrænu formi. Það er ekki bara það að segja, hey, nú ætlum við að gera þetta á netinu. Það er hellingsvinna sem þarf að eiga sér stað í kerfum þessara stofnana sem er líka svolítið flókið af því að við erum líka með stofnanir sem að glíma við þessa tækniskuld sem Einar Birkir kom inn á áðan í hans erindi og þær stofnanirnar ræddu í þessari könnun. Og það er líka verkefni og það er hellings undirbúningur sem við þurfum að fara í gegnum þar. Og þetta er það misvel á sig komnar og þær sem að kannski standa best, þær fara hraðast. En höldum aðeins áfram þessa mynd En tilkynningar til dæmis mikilvæga atburði eiga sér stað í samtölum með tölvupósti og það gerist stundum þegar hraðinn er mikill og oft er hraðinn mikill að það gleymist að láta vita af einhver af því að þú ert að hringja eða þú ert að senda í tölvupósti og svo framvegis. Mikilvægar ákvarðanir, til dæmis niðurstöður, úrskurðir og áfrýjanir eru undirritaðar á pappír og afhentar í persónu eða ábyrgðarpósti. Og eins og í núverandi umhverfi er erfitt fyrir aðila að hafa yfirsýn framganga mála nema innan sinna stofnunar. Okkur vantar algjörlega eitthvað til þess að ná heildar yfirsýninni framgang mála. Og það er viðfangsefni okkar í þessu verkefni að gera breytingar á þessu. Og ég ætla að segja ykkur frá því að við fórum af stað núna í vor með verkefni sem að við ákváðum í rauninni bara að hefjast handa. Við erum búin að gera mikið, skoða mikið, greina mikið, heimsækja nágrannaþjóðir og sjá hvernig þær gera þetta og við ákváðum bara að dýfa okkur í djúpulegina.
Og kannski ástæðan fyrir því að við gátum gert það að við gátum fengið aðstoð frá Stafrænu Íslandi með það og það hefur verið okkur algjörlega ómetanlegt. Og við líka erum með frábæra aðila innan þessara stofnana sem eru að vinna með okkur og hafa verið tilbúin til þess að gefa sér tíma, sitja með okkur heil og hálfu dagana og segja okkur hvað það sem þau vilja sjá í nýju heildstæðu kerfi. Og það sem við erum að vinna með og það sem kannski ein af þeim ákvörðunum sem var tekin fyrir cirka 2 árum síðan var að við ætlum ekki að kaupa nýtt kerfi sem myndi þjóna þessum markmiðum. Heldur ætlum við að nýta í núverandi innviði stofnana og byggja ofan á það og búa til gátt. Við tölum réttafærslugátt, hún á eftir að fá nafn, vonandi gerist það fljótlega. Þar sem við erum með vefviðmót fyrir hvern aðila í kerfinu sem hefur aðgang út frá sínu hlutverki. Og við notum vefþjónustur og X-Road eða strauminn til þess að miðla gögnum á milli. Hérna erum við svolítið að tala um undirrituð skjöl, málsgögn og svo framvegis. En í framtíðinni þegar við ætlum ekki að vera með skjöl, að þá þetta eitthvað annað. Og það svo mikilvægt að hafa það að leiðarljósi. Að í dag erum við að tala um skjöl og gagn og eitthvað svona, en eftir 10-15 ár þá þetta eitthvað allt annað. Og þarna þurfum við líka að vanda okkur í löggjöfinni. Af því leið og við förum að negla nákvæmlega niður eitthvað heiti, þá lendum við í vandræðum þegar við ætlum að fara í einhverja framfæri. Já, og mér langar að sýna ykkur áður en við höldum áfram aðeins. Bara að gefa ykkur smá innsýn í það sem við höfum verið að gera. Og þetta kannski rosalega, það er grönt og þetta bara svona rétt, bara svona sneak peek í það sem við höfum verið að búa til. Og þegar við fórum af stað í þetta verkefni, þá fengum við til liðs við okkur Kolibrí sem að hjálpa okkur að ná fram sögunum og þörfum notenda og við smíðina á þessu. Og niðurstaðan sú að við erum komin með prótótípu sem við erum byrjuð að forrita og prótótípan út frá einu ferli og ekkert svakalega litlu ferli, heldur ferlinu gæsluvarðhald sem mjög tímaháður ferill, þar sem tímasetningar skipta öllu máli og það oft mjög knappur tími. Og kannski helsta ástæðan fyrir því að við fórum þessa leið var að við erum að ná eiginlega öllum aðilum í kerfinu og keðjunni að borðinu. Og það fá allir eitthvað smá bút af kökunni þegar við erum búin, að búa til okkar draumsýn. Eða ekki draumsýn, byrjuð að búa til okkar draumsýn. Og svo getum við í framhaldinu auðveldlega sett önnur ferli inn í þetta kerfi. Tada! En hérna erum við með skjáskot úr sýn ákæranda. Og hér sjáum við, hér hefur hann yfirsýn yfir öll sín mál. Og hann heitir Jónas Ragnarsson og algjör skáldskapur. Nafn og kennitöluréttin upp líka algjör skáldskapur. Og hann sér þarna að hann með eina kröfu, gæsluvarðhaldskröfu, sem hann byrjaður að vinna og er merkt sem drög. Svo hann með eina kröfu sem nú þegar farin til dómstóls og búið að staðfesta, en á eftir að fara í fyrirtöku. Svo hann með 1 virt gæsluvarðhald og hann sér þarna að það rennur út 16. júní 2020 kl. 12. Og kerfið mun láta hann vita þegar það eru 42 klukkstundir áður en það rennur út. Þannig að hann hafi svigrúm til þess að meta það út frá gögnum, þeim gögnum sem hann hefur, hvort hann vilji fara fram og framhaldi eða ekki. Þarna mun hann líka sjá, hann sér þarna líka, hann þarna með 1 gæsluvarðhald sem bara lokið og bara svona sögulegar upplýsingar. Og þarna safnast náttúrulega upp bara loggur eftir sem málin verða fleiri. Hér höfum við svo yfirlit yfir kröfuna sem hann búinn að búa til og það í raun koma allar mikilvægar upplýsingar fram sem dómstóllinn þarf á að halda. Það í raun og veru hvenær viðkomandi handtekinn, ósk tíma í fyrirtöku, dómkröfur, á hvaða lögum krafan byggð og já, dómstóll, hann kemur líka fram þarna því við erum alltaf með marga dómstóla, getur verið út á landi eða í Reykjavík. Eru takmarkanir á gæslunni, það kemur fram þarna, sprengjum út og þá getur hakað í reiti. Og svo þarna greinargerð ákærandans málsatvik og lagarök. Og þegar hann hefur lokið sinni útfyllingu, þá smellir hann á staðfesta kröfu. Og í dag þetta þannig að viðkomandi færir þetta allt inn í Word-skjal, prentar út gagnið
undirritar það með bláa pennanum sínu og stimplar það. Og ofta að klára þetta bara rétt áður en fyrir niður í dómsal. Og það sem hann þarf líka að taka með sér eru alls konar rannsóknargögn sem fylgja málinu, sem hann þá að prenta út úr kerfum lögreglunnar til þess að taka með sér. Og það sem þetta kerfi mun gera, það mun losa okkur við alla þessa útprentun og taka með sér gagnapakkan og svo framvegis. Kerfi mun sjá að koma á þessu milli staða. En þegar hann búinn að staðfesta kröfuna, þá fær dómarinn eða dómstóllinn melding það að krafan sé komin. Áður en í rauninni búinn að fá melding það að það sé kraf á leiðinni. Þannig að hann búinn að geta sett sig í stellingar og búinn að gefa tíma í dómstólnum. Hér sjáum við svo yfirlit dómarans sem mjög sambærilegt og yfirlit ákærandans. Og hann hefur svipað sín. Þetta hún Kristín Gunnarsdóttir, dómari. Og hún þarna með 2 kröfur sem búið að staðfesta og hún þarf að taka fyrir. Og hún líka með 1 virkt gæsluvarðhald og jafnframt með gæsluvarðhald sem lokið. Svo förum við hérna og við sjáum, hún fær í sama yfirlit og Jónas var með. Svo hún komin inn í þingbókina þar sem rauninni fyllt út í þinghaldinu sjálfur. Í dag, þegar allir eru mættir á staðinn og farið yfir málið, þá þetta fyllt út. En í fullkomna heiminum þá erum við ekkert öll á staðnum, heldur erum við mögulega í fjarfundi eða einhverju slíku. En þetta koma í rauninni fram allar upplýsingar kærða og hverjir eru ekki bara kærða, heldur alla sem eru viðstaddir, hvað þeirra hlutverk, hver krafa lögreglu, hver eru réttindi kærða, dómskjöl og svo framvegis. Já, svo sjáum við þarna fyllt út nákvæm tímasetning, hvenær þinghaldi hefst og hvenær því lýkur, því það skiptir öllu máli. Og þegar þetta hefur farið fram og verið fyllt út, þá komum við yfir í rauninni yfirlit úrskurðar og þetta í raun og veru það sem að úrskurðurinn kemur fram og þegar þetta klárt, þá smellir dómarinn á staðfesta úrskurð og þá málinu í rauninni lokið hjá dómstólnum. Og allir hlutaðeigendur fá tilkynningar sem við eiga. Og í þessu líka gert ráð fyrir að tilkynningin fari á fangelsi því það hefur oft kannski verið gert í miklum hraða, verið að hringja og pláss fyrir þennan eða getið tekið þennan núna og þetta svona, við ætlum að reyna að hjálpa þeim allavega að búa til farveg til þess að tilkynningarnar séu líka að koma í tíma þannig að sé hægt að undirbúa. Þetta líka atburðir sem eiga sér stað, þú getur ekki undirbúið. En við þurfum að búa til og nýta tæknina til þess að gera það sem best og einfaldast. Það var kannski ekki meira frá mér, en að lokum langar mig að segja að þetta allt saman hérna, það væri ekki hægt. Við værum ekki komin á þennan stað ef við hefðum ekki stuðning frá Stafrænu Íslandi og hefðum ekki komist fengið í landsliðið með okkur í lið. Þá værum við ekki komið svona langt og fyrir það erum við rosalega þakklátt og þetta bara eitt af skemmtilegast sem ég hef tekist á við. Takk. Takk fyrir Guðlaug, kærlega. Ein spurning bara svona rétt í lokin. Hver hafa verið helstu hindranir sem þið þurft að yfirstíga í þessu ferli? Hindranir sem við þurft að yfirstíga ætli að sé ekki bara svolítið þetta mannlega. Það hefur kannski verið það erfiðast og líka auðvitað vissulega þessi tækniskuld sem ég kom aðeins inn á áðan. Kerfin okkar eru ekki endilega tilbúin í þetta stafræna og það kallar á fjárfestingu og það líka svona stór hindrun. En auðvitað líka lærðum við rosalega margt í COVID og það gerði ógeðslega mikið fyrir verkefnið. Það verður bara að segjast. Það voru urðu allt í einu allir tilbúnir af því þeir þurftu að vera það og það hefur hjálpað verkefninu. Yndislegt, takk kærlega fyrir, takk fyrir.